Jú, þið heyrir rétt, kæru hlustendur og áhorfendur, beint í Schindler hefur hafið ferðina enn einu sinni. Stefán Pálsson heiti ég, þáttstjórinn hér í kvöld og ég fengi tvo merka menn til mín. Björn Jón Bragason, sjálfstæðismaður og lögfræðingur og sagnfræðingur er hér með mér í dag. Velkomin Björn. Takk fyrir að fá mig. Ásamt honum er, sá vitri kanslarinn. Blessaður, takk fyrir að bjóða mér, gaman að sjá þig, langt síðan síðast. Sömuleiðis. Okkar er heldur betur ánægja. Strákar, byrjum kannski á þér, kanslari. Taktu okkur aðeins í gegnum myndina. Hvað fannst þér um þetta? Hvað dæst með það? Þetta eru áhrifamikið verk. Verulega áhrifamikið verk. Við erum náttúrulega tíma sem náttúrulega við viljum ekkert endur upplifa. Ég ætla að fá að taka með það best að leyfa að kalla þetta viðbjóð sem er framan á. Það var það, heldur betur, þetta var bara að horfa á þetta. Já, ég held ekki að allir við saman um það. Já. Bara ógeðslegt, bara mannvonska. Myndin auðvitað, en þetta er samt auðvitað frábært verk í grunninn. Mér finnst hún alveg fallega að vissu leyti. Spielberg gerir vel þarna í að tengja á milli svona ákveðna krafts í allri grimmdinni og sorginni, en samt að vera með svona sterkan karakter eins og Schindler einhvern veginn. Ef ég fæ að skjóta þess inn í, það sem ég finnst Spielberg gera best þarna, það er að leyfa atburðunum bara að njóta sín. Hann er ekki að ígeta neitt, þetta er bara eins og það var og það er það sem ég finnst svo fallegt viðtalt, vel gert, þetta er flott verk. En Björn, þú kannski kemur með þína på nokkra punkta. Já, sko, ég horfði fyrst á þessa mynd í 9. bekk í grunnskóla og þá var ég bara hlæjandi í myndinni. Þá fannst ég bara Hitler kóngurinn, mér var bara fyndið að gera fucking nazi dæmi. En núna að horfa á þessa mynd, það er bara hræðilegt. En gott þú séð það þér. Já, ég veit, ég er bara alveg búinn að, sko... Vatnandi mann er best að lifa þetta og allt það. Já, þannig þú varst óþroskaður, Björn. Já, en núna, þetta er bara hræðilegt að horfa á þetta. En strákar, að öðru, nú var myndin í svarthvítu sem svona sýnir grimmdina og það er mikla hatur sem þessir nasistar bjuggu yfir og ég ætla áður en ég fara að spyrja ykkur út í þetta, ætla ég bara að fá að minna á það að standa með jaðsettum hópum ennþá í dag, út af það eru ennþá hatursorðræður í gangi, sérstaklega í dag. Hatursorðræður hafa aldrei verið eins sterk á 20. öldinni. Já, takk fyrir það, kanslari. En strákar, ef þið kannski takkja okkur þessi gegnum, við byrjum á þér, kanslari. Þessa svarthvítu ásýnd myndarinnar. Já, nú er ég auðvitað fróðari en flestir kvikmyndagerð og annað ég þeim dúr. Og sko, það sem að mér finnst svona að gera myndina að því meistarverki sem hann er auðvitað Fyllin í herbygginu. Stelpan í rauðukápunni. Já. Ég viðurkenni að ég brotnaði niður þegar ég sá hana borna þarna á börunum. Það var tilfinningaþrungin stund. Það var tilfinningaþrungin stund, sko að segja þér. En finnst þér það ekki svona leggja áherslu á hvað þetta er ljótt? Þetta er bara svona eitt saklaust. Mikil mannvonska eins og fróður maður saklaust barn í rauðri kápu sem hann sér ekkert annað til saka en að hafa fæðst inn heim sem gyðingur. Allt hún leggur hérna á dánarbeðinu með einhverja 2 Ariana hérna eitthvað. Þannig að það er áhugavert að sjá, sko, í byrjun myndarinnar. Þá er Schindler að horfa niður í bæinn og það er allt, myndin er náttúrulega svart og hvít. En maður sér stelpu hlaupa til með rauðri kápu sem lætur mann, svona, lifa sig inn í myndina og svona taka svona, guðurinn sem er að gera myndina er að láta okkur taka eftir henni. Hann Spielberg. Já. Síðan seinna í myndinni, þá kemur hann aftur í mynd að vísu dauð. Já. Og ég held að Spielberg, hann er að láta okkur, sko, taka vel eftir þessu. Það var erfitt að sjá. Lífa okkur svona, láta okkur lífa okkur inn í þetta. Ég ætla bara að viðurkenna það strax að þetta er eitt af sem skiptum í þessari mynd sem ég brotnaði niður. Já. Annað skiptið var auðvitað þarna, þegar ég sá hana þarna, þessar 2 þýsku hermenn. Já, ég felldi tár, sko. Já, þegar ég sá þessar 2 þýsku hermenn bera hana þarna á dánarbeðinu. Hvað segir kanslari? Já, annað skiptið var auðvitað þegar þessi saklausi ungi drengur var staddur þarna í fangabúðunum, eins og við munum eftir. Átti að fara að bera börnin þarna í burtu frá foreldrum sínum.
Þeir fara að fela sig. Þeir fara að fela sig og hann auðvitað allt fullt. Þeir en hann sem voru að fela sig og allir fyrirstæðir, hún bara sagt að heipa sig í burtu aðstæðana sem leita. En hann neyðist hann til þess að taka sveppardýrana í skólpið. Þar brotnaði ég niður. Það sýndi mér svona í alvörunni hvað fólk var til í að gangi gegnum til þess að forðast þennan viðbjóð. Þessi mannvonsku sem átti sér stað þarna. Og bæta einu við. Já. Nú blöskar á líklega einhverju fólki bara jæja, Stefán minn, nú þú þekktur sagfræðingur, þú að hlæja þessu. En það oft það sem kemur okkur í gegnum mestu hörmungarnar, það er húmorinn. Satt segirðu, Stefán. Og nú þekkjum við það, ég hef nú lent í áföllum eða tveim og það er húmorinn sem kemur okkur gegnum þetta og það ræða svona myndir, það er oft gott að hafa húmorinn á vopni gegn hörmunginni. En Björn Jón, hvað hefur þú að segja? Sko, mér langar að koma aðeins inn á þetta áðan þegar hann tók sveppadífuna. Já. Hann tekur sveppadífuna, niður í allt, Í skólpið. hlandið, kúkinn, Kamrinn. bara viðbjóður. Já. Kemur niður og maður bara, vá, hann er búinn að finna stað, samt ógeðslegt, skilurðu. Nei, það eru 3 stelpur búin að vera að fela sér niður nú þegar, maður er bara, Blöskaður. ég fekk bara hroll, sko. En ég velti fyrir mig þetta sé mögulega ekki á okkur svona, setjast 2, kannski, eða fyrir svona spin-off. Hvað varð hennar dreng? Já, það er Hvað er hann í dag? En ef ég fæ svolítið, strákar, að segja ykkur... Hann sést sko í lók myndarinnar, eða ekki? Já, ég man það nú ekki. Kannski leikari. Þetta var svona Hvað var það? opin endir. En ef ég fæ að segja ykkur frá mínu uppáhaldsmoment í myndinni. Það var þegar þau eru komin í gettóin, gyðingarnir. Og þar er lítil stelpa sem hefur flúið frá móður sinni. Og hún hleypur hana fyrir utan og þar bíður hana lítill drengur, nasista drengur með flautu sem hefur það verkefni að flauta þegar hún sér gyðing á hlaupum. En það sem þessi litla stelpa og litli strákurinn voru bekkjarsystkini ákvað að bjarga henni. Það sýnir svolítið að við erum öll eins, okkur þykir í raun vænt hvort annað. Samstöðuna sem að býr svona innst inn í mannkyninu. Já, og hann bjargaði drengurinn, henni og jafnvel móður hans, segir maður rétt. Og þau komust vonandi lífs af, allavega í þessu atviki. Og já, það sýnir bara svolítið svona hvað ég að segja, boðskap myndarinnar. Að við erum öll eins. Og við skulum bara koma fram hvort annað eins og sleppa þessari blessuðu hatursorðræðu. Og góðmennskuna, náttúrulega eins og Já, en það er kannski næsti punktur. Bara, akkur var hann að bjarga þessum gyðingum? Það er mitt næsti punktur, Sindler. Þú kannski að taka hringinn, byrjum á þér, Kallari. Ég held að hann hafði bara fundið það í sér að þetta er bara rangt. Hann hafði þetta allt fjármagn og allt það sem hann þurfti til þess að bjarga þessum gyðingum. Og hann nýtti sér það og bjargaði þetta hundruð lífa. Já, nei, þetta voru nú yfir 1000. Það var komið nú, eins og komið 1200 líf. Já. Nei, við ætlum að halda áfram það. Þannig við erum stödd þetta sprengisandi í beint í Sindler. Beint í Sindler. Sáum lögregluna, en við erum á löglegum hraða, en það getur við. Við verðum að halda dagskráðir með dagskrárgerð, Björn Jón. Já, mér okkur sko, Sindler er ungur frumkvöðull sem kemur til Þýskalands til þess að fá sér ódýrt vinnuafl. Er hann að borga þessu fólki? Já, hann var að borga eitthvað ekki. Var hann bara matur? Hann keypti vinnuafl. Eins og það sem ég... Já, kláraði Björn. Já. Þú mátt alveg koma inn með punkt sko. Punkturinn minn var að hann kom inn sem tækifæri sinni. Já. En hann var ekki hetja frá upphafi sem gerði þetta svo raunverulegt. Skilurðu? Já. Þá svona lifði maður sig inn í myndina. Er það sammála því? Eins og þú sagðir hann. Tek undir þetta. Hann áttar sig á því að þetta er rangt. Og hann gerir það sérstaklega þegar hann er á staðnum þar sem hann verið að brenna líkin og sér rauðu gæluna. Eða gæluna í rauðu kápunni. Rauðu stúlkuna. Þú erum verið að faglega Björn Jón. Já. Afsakið. Takk fyrir það. Kannski ef við setjum svona loka punktinn yfir þetta. Hvað tóku þið út af myndinni? Það sem ef ég fæ að byrja, ég hef búið að liggja með þetta lengi, eru þetta sko það sem þetta kast sem Sindler tekur í lok myndarinnar, það sem hann ætlar að fara að svekka sig að því að hafi ekki mögulega bjargað fleirum. En þá verður maður stundum að hugsa sko hversu mörgum lífum það getur bjargað. Hafið maskað. En í augnablikinu
þá var hann aldrei að bjarga öll, skiljiði mig. Nei. Þannig að kannski ætti maður bara að vera þakklátur fyrir það sem maður hefur gert, en ekki fara að hugsa út í hvað maður hefði mögulega geta gert betur og horfa fram á við. Flott lokal Ég held, sko, ég held með nokkur aukaorð sem ég går að bæta við. Komdu með það. Eitt sem mjög fallegt að sjá, Já. það er sagt í útvarpinu, stríðinu lokið. Það er þó búið að segja, Hitler er búinn að láta alla hermennina Já. drepa restina af gyðingunum Já. áður en stríðinu lýkur á miðnætti. Þá sést Schindler búinn að hópa saman öllum hermönnunum og öllum gyðingunum saman. Já. Hann segir, nú er tíminn ykkar til að drepa gyðingana. En hvort vil ég fara heim til fjölskyldunum ykkar sem menn eða morðingjar? Frábær punktur. Þeir löbbuðu allir út. Frábær punktur, Björn. Mín svona lokaorðið er bara að standa á hliðarlínunni og horfa á er ekki alltaf, stefnuljós, en að standa á hliðarlínunni er ekki alltaf nóg. Þú verður að taka ábyrgð eins og við sjáum Schindler gera og eflaust máttu fleiri gyðingar, afsakið þetta, nasistar, gera það líka. En já, flott mynd og ég vil fá leiðrétta þann misskilning að þeir sem segja að þessi mynd hafi verið skemmtileg, en hún var ekki skemmtileg, hún var áhugaverð. En nú erum við hérna að koma í Hamraborgina, þannig við ætlum bara að þakka fyrir okkur og við kannski fáum beddan undir áður en við klárum. Björn Jón, þú ert nú á tökkunum. Björn Jón, Björn er á tökkunum í kannski, og þú 20 ár. setur beddan undir og fáum að loka þessu frábæra hlaðarpi okkar. Já. Við erum í boði fitnessport. Strákar, ég er að vísa með eitt gott fun fact. Já, sturlaða staðreynd. Ég er með sturlu staðreynd. Já. Sem er, þú veist, sturlu, hún er bara falleg Já. staðreynd. Já. Það er að í Pólandi, það voru 2/3 af gyðingunum þar, afkomendur Schindlers. En gleymdi einu, hann afiðinn, hann tók þátt í stríðinu. Það er að vísa Ég rétt. fer út í það, ég hef aðra sögur með þetta, en já. Langafi minn, þið sem vissu kannski ekki, þá var ég Björnsons. hálfur Dani. Og amma mín, pabbi hennar, var þjóðari. Já. Hann vann í banka og var að fara yfir nokkra reikninga. Kannski að koma sér efninu. Það sé geta. Já, þannig að hann vann fyrir Nazistana. Nasistana. Nazistana. Fyrst við fyrir að ræða fjölskyldutíð, þá get ég ekki skotið henni inn í. Já. Ég er líka dönsk tengsl, Já. langaði minn dönsk. Og Hún er söður út í maður. sömu megin fjölskyldutíðins míns var þýsk fjölskylda. Já. Það er Jóakim og Margaret. Og Þú ert nú Arianni, alveg. já, eins og Hreinn sést. Arianni, við kannski fáum að zooma hér inn. En langaði minn hann Aðalbjörn Tryggvason Já. var langaði minn, hann sem þetta var handtekinn og fluttur í Brest-fangelsi í síðri húsinu Já, fyrir það að var fela gyðing. Það var afið þinn. Það var langaði minn. Vottaði mína samúð. Með þessari sögu ætlum við að slúta þessu faglega hlaðvarp okkar og ég minna á það faglega heit í fyrirrúmi. Þökkum fyrir okkur. Björn kanslari, þakka fyrir komuna. Takk fyrir að fá mig, takk fyrir að koma. Það var